Gott kvöld, við byrjum á kaflaskilum í íslenskum stjórnmálum. Davíð Oddsson gekk úr ríkisstjórn í dag eftir rúmlega 14 ára setu með orðið fjölmiðlafrumvarp á vörunum. 9 menn tóku við lyklavöldum í 3 ráðuneytum í dag. Jóhannes K.R. Kristjánsson. Davíð var glaðbeittur þegar hann kom til Bessastaða á sinn síðasta ríkisráðsfund og satt þar í hálftíma. Það nú svo hættur eftir 14 ára ráðherrastóli. Hvernig tilfinningin? Já, væntanlega svo sem ég sagði við ríkisráðsborðið þegar ég fór að ég færi hérna með gleðibragði, kátur og ánægður með að taka slíka ákvörðun sjálfur eftir langa setu og þakklátur fyrir það að hafa fengið jafn lengi og með jafn afgerandi hætti að hafa áhrif á þróun lands og þjóðmála. Er eitthvað sem þér sérstaklega ofarlega í huga núna á þessum tímamótum frá þínum ferli? Ég þarf mjög margt frá mínum ferli sem ég geti nefnt en maður veltir fyrir sér hvar maður á að bera niður því að hann er fjölbreyttur. Það snýr ekki bara að þjóðmálum, heldur líka borgarmálum og margvíslegum samskiptum við fólk í öllum flokkum. Ég hef haft fleiri ráðherrahyggi en flestir aðrir í samstarfi með mér í ríkisstjórn og það er svo undarlegt að þó að þetta séu ráðherrar úr 3 flokkum þá held ég að ég er góða eináttu þeirra allra. Menn í innsta hring Sjálfstæðisflokksins hafa dregist inn í umræðinu Baugsmálið eftir að Fréttablaðið birti tölvupóstsendingar sem það komst yfir aðdraganda Baugskæru Jóns Gerald Söllenbergers. Menn hafa velt því fyrir sig hvort sá sem kallaður er ónefndur maður í tölvupóstskeyti frá ritstjóra Morgunblaðsins sé Davíð Oddsson. En hvernig finnst þér að hætta í stjórnmálum mitt í þessari fjölmiðla umfjöllun sem á sér stað núna? Já, mér finnst afar skemmtilegt að þá án sem ég sé nefndur á nafn þá kveðju í blaðinu í dag sem bersýnilega leiðari skrifaður af Sigurði G. Guðjónsssyni að nú sé allir að brýnast að Alþingi tæki upp á nýtt fjölmiðlafrumvarp. Og það er náttúrulega merkilegt því að Sigurður hafði nú heilmikil áhrif á það að þessum lögum var synjað á sínum tíma. En hann virðist vera þeirrar skoðunar og það er birt í leiðari blaðsins í dag að það sé allir að brýnast að verkefni núna að setja nýtt fjölmiðlafrumvarp. Það finnst mér náttúrulega merkilegt í þessari umræðu. Það skuli gera á þeim degi sem ég er að hverfa úr mínu starfi. Davíð treystir ráðherrunum sem eftir sitja. Já, ég held að þetta er nú vel lærður mannskapur, hefur fengið góða þjálfun. Jú, allt þetta fólk vill vel og reyndar vilja nú leyfa mér að því stjórnarandstaðan er nú ekki hér stödd að þakka henni líka því að ég hef átt ágætt samskipti við stjórnarandstaðinga þó við höfum tekist á. Það er líka margt gott fólk. Þó ég sé ekki að biðja það fær endilega stjórn, það er líka margt gott fólk sem vil koma öllu góðu til leiðar. Davíð hlakkar til starfsins í Seðlabankanum. Ég held að það sé reyndar gamanlaust mikil verkefni í Seðlabanka sem að formaður bankastjórnar Seðlabanka þarf að glíma við á hverjum degi, ekki síst við aðstæður eins og núna. Og ég hlakkar til þeirra verka og voni ég standi mig. Ég mun gera mitt ítrasta til þess að standa mig. Auðvitað þarf ég að læra svona nýtt stafróf og nýtt mál ef svo má segja, eins og allir þeir sem skipta starf. Það gildir sama mig eins og aðra. Nýr ráðherra í ríkisstjórninni er Einar K. Guðfinnsson en hann tók í dag við sjávarútvegsráðuneytinu af Árna Mathiesen sem tók við fjármálaráðuneytinu af Geir H. Haarde. Og úr fjármálaráðuneytinu fór Geir H. Haarde í utanríkisráðuneytið og tók þar við lyklunum af Davíð Oddsssyni. Og Davíð Oddsson tekur við starfi seðlabankastjóra eftir 3 vikur þegar Birgir Ísleifur Gunnarsson hættir í Seðlabankanum. Hann segist þó verða viðloðandi stjórnmálin fram að landsfundi Sjálfstæðisflokksins.